Hérna í dag höldum við í annað skipti línuráðstefnu spítalans. Það eru fjölmargir mættir til að hlýða á spennandi erindi. Raun og veru ástæðan fyrir við erum hérna í dag bæði til að kynna umbótaverkefni sem eru í gangi í spítalunum eða hafa verið í gangi. Við viljum fá að heyra af hugmyndum sem aðrir eru að vinna og svo viljum við líka koma og gefa fólki hugmyndir að verkefnum sem þau geta unnið í framtíðinni. Í dag var ég að halda erindi sem heitir Sérhæfð þjónusta við veika aldraða sem var afskaplega skemmtilegt verkefni sem við unnum í samvinnu velferðarráðuneytið. Þar unnum við saman heilsugæslan, heimahjúkrun og heimahlýningu á höfuðborgarsvæðinu auk annarra aðila að því að endurskoða þjónustu við aldraða og hvernig samspil þjónustu heima við sjúkrahúsdvölina. Það alþekkt fyrir bæði á Íslandi og annars staðar að aldraðir eru stór hluti þess fólks sem nota sjúkrahúsþjónustu þótt að það sé ekki endilega það besta úrræði sem fyrir hinn aldraða. Þeim fer aftur á sjúkrahúsum, þeir geta jafnvel vext enn meira og þeir tapa færni sinni til að búa sjálfstæðu lífi. Þannig að við vildum skoða með hvað hætti við getum fyrirbyggt það. Við notuðum LÍN til að fara ofan í atburðarásinn og þjónustuleiðina sem standa til boða og bjuggum til í svona tilraunaskil 6 vikna tilraunatímabil af annars konar þjónustu þar sem við studdum mjög vel við hinn aldraða með aukinni læknisþjónustu og aukinni viðveru heima í takmarkaðan tíma og það tókst afar vel og mjög lofandi. Hugsunin svo að greina frá því sem við verið að gera á Kirkjubæjarklaustri undanfarin 5 ár, rjúfa einangrunina við byggðina. Þetta lítil byggð, mjög einangraður og langt til sjúkrahúsa og þetta hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir sem þetta Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir og eiginlega alltaf þarna og mitt hlutverk að koma þarna og vera viku en hún sem sagt hína vikuna á móti mér. Þá tölum við saman og sendum upplýsingar sjúklinga, rannsóknir okkar í milli gegnum fjárbúnað sem var safnað fyrir og keypt handa okkur og heitir Agnes og þannig getum við leyst 95–98% af öllum þeim vandamálum sem koma upp á svæðinu þegar ég ekki á staðnum. Að við höfum verið að reyna að breyta hugsunarhátti fólks að það fari ekki lengur til að hitta júlalækni eða hjúkrunarfræðing heldur til að koma og heilsugjaldandi að fá lausn vandamála. Og það sem góða við Agnesi það að þetta elektrónískt forrit, sjúkraskrá, þar sem allt skráist í rauntíma. Ef við mælum lífsmörk þá fer það beint inn í skrána og þarf ekki að vera að færa það vélritað inn eða slíkt.